Já, þá erum við komin í þriðja og síðasta hlutan af verkfærakistunni. Núna ætla ég að ganga frá hérna sérhlutanum hérna við lokið á kistunni. Það byrja hérna á að stilla á miðlínur og teikna hring með radíus 60. Þetta mun afmarka sérhlutan okkar. Og síðan ætla ég að velja hérna svæði frá hægri til vinstri þannig að ég fái græna gluggann, þannig að ná yfir allan hringinn og nota copy, velja einhvern punkt hérna bara til hliðar og draga þetta hérna svolítið vel bara til hægri. Ég drega þetta svolítið vel vegna þess að ég vil ekki að þetta komi inn á sama svæði og þessi mynd. Núna zooma ég hérna inn á hringinn og nota trimskipurina, TR og Enter og hittu einu svona Enter og smelli síðan á þær línur sem ég vil láta hverfa. Þar sé alla línunar hérna fyrir utan. Hluti af þessu á ekki að vera með, þar sé hérna innri hlutin og ég eyði því allir saman hérna bara út með delete skipunni. Það sem er hérna hulið á að vera aðalína. Gæti verið 2 hringir hérna inni, þannig að ég eyði bara öðrum þeirra út. Og svona á þetta líta út hjá okkur. Ég ætla að byrja á að teikna hérna skrúfu inn í og gera þannig að ég ætla að búa mig til hjálparlínu í gegnum miðjuna og ég ætla að teikna hérna skrúfu sem er 1 mm í sitt hvora áttina og höfum hana bara 10 hérna niður, 1 hérna og 10 niður líka hérna megin og svo teikna ég hérna einhvern halla. Það er svona miðað við að hafa þetta 135 eða eins og 45 gráður. Ef við teiknum þetta hérna megin frá þá er þetta 45 gráður og sem trimma ég bara þessar línur hér. Hefði í rauninni mátt vera hvaða halli sem er. Já, þetta átti nú reyndar að vera 15 mm skrúfa. Þannig að ég ætla að lengja þessi skrúfum hérna hjá mér 5 mm og get gert það þannig að ég ætla að smella hérna fyrir neðan skrúfuna og hérna yfir til vinstri og ég ætla að nota skipun sem heitir Stretch til þess að lengja þetta niður 5 mm. Smelli hérna á Stretch, vel einhvern punkt hérna bara til hliðar, bendi beint niður að við, skrifa 5 og þá er skrúan mín orðin 15 mm. Ég ætla að teikna hérna hallan á skrúhausnum sem er 135 í þessu áttina. Teikna hérna bara fyrir og trimma hendan af og get spegla henni til mér sinna bara yfir miðjuna. Og þannig er ég komið með skrúhausinn. Til að sýna skrúganginn þá er ég sýndar hérna skálínur þvert yfir og til þess að hafa þess snirtilegar þá ætla ég að offseta þessum línum hérna 0,5 mm til hliðana og nota það svona sem viðmiðun og ég ætla að hafa þetta sem hjálparlínur og það sem ég ætla að gera að ég ætla að nota offset skipuna og Enter og ég ætla að offseta í virkan layer. Þá ýti ég á L og Enter og vel hérna current, fjarlæðan sem ég ætla að fara er 0.5, að þau nota punkt en ekki komu og Enter. Þetta er hliðrað þessa línu til vinstri og sjá að þá verður hún
að hjálparlínu af því að ég er með stilt á hjálparlínu hérna uppi. Svo hliðrar þessa línu yfir í þann layer sem er virkur hérna uppi. Þá get ég teiknað hérna línu og ég ætla að grípa hérna einhvers staðar á línunni. Ég get látið hann að rekja hérna punkt upp og smellt þar. Ég get líka notað annan möguleika með því að halda shift hnappnum á lyklaborðinu og hægri smellt. Þetta er valið hérna möguleika sem heitir nearest. Að því að ég þarf að vera inn í línuskipinu, ég hef verið dottur henni, shift og hægri smetla og velja nearest, þá grípur hún einhvers staðar hérna á þessari hjálparlínu. Og ég gríp einhvers staðar hérna og ég ætla að gera þetta aftur þá hinum megin, shift og hægri smetli, vel nearest, býmir bara til einhvern halla, skiptir henni einhver máli hver hallin er, þetta er bara svona til að sína hvernig þetta getur virkað. Þessari línu ætla ég að fjölfalda hérna upp á við og ég ætla að nota array skipunina í fjölfaldununa. Smella á array. Og ég vel þessa línu hérna og enter. Og fjöldin er 15, þá slægi ég inn 15 og enter. Bilið á milli þeirra á að vera hálfur, 0.5 og enter og enter. Eitthvað klikkaði þetta hjá mér. Þá get ég smellt á fylkið hérna og það sem að gerðist hérna er að það var einn dálkur og kolum þá skiptir henni ekki máli en það átti að vera 15 raðir og row spacing átti að vera 0.5 og þannig að ég er búinn að laga til. Ég sá ekki alveg hvað var sem að fór úr skeiðs þegar ég sló þetta inn. En það er alltaf með svona fylki, þá get ég smellt á einhverja línu úr fylkinu og skoða niðurstöðuna. Column spacing henni skiptir einhver máli vegna sem ég er bara með einn dálk. Til þess að fá þessa skrúu hingað, ég ætla að kannski bara setja inn hatsi í leiðinni og slökka bara á hjálparlínunum, fer hérna og smetla á ljósaperuna fyrir framan hjálparlínur, gera þetta svona tímabundið. Ég ætla að setja inn mynstrið með hatskipurinni og ég ætla að hafa spacing hérna 5. Nei, ok. Prófa hérna bara hvað gerist með 1. Það er svona kannski nokkuð passlegt fyrir mig. Það er mynstrið hérna inni og þá ætla ég að velja skrúuna. Ég ætla að gera þetta bara í 2 hlutum. Ég ætla að velja hérna yfir þannig að hún grípi alla skrúuna og já, herðu, það er eitt sem ég gleymi. Ég ætla að spegla þessu hérna gráðu. Þá ætla ég að búa mig til speglunarlínu. Ég teikna bara línu hérna út frá miðjunni hér og hún á að vera 160 gráður. Ástæðan fyrir því er að það er þetta var 20 gráðu horn hérna. Helmingurinn að sé 40 gráðum sem að lokið hallar og 180 minus 20 eru þá 160. Þá get ég valið hérna allt sem tengist skrúunni og smellt hérna á hatsið í leiðinni og notað mirrorskipuna þannig að ég smelli í endan hérna á þessari hallandilinu sem ég bjóð til áðan. Fyrst annan endan og síðan hinn og einu sinni enter og þá speglar hún sig hingað yfir. Ég gæti breytt gráðuna á þessu hérna, ég reyni prófa að setja hérna 65 bætt, reyni gráðu á, eða reyni, já, það hefði kannski að vera 25, 45. Þá
þá hallar þetta svona svipað og það gerir hér. Skiptir ekki alveg öllu máli. En þá er skrúan komin á báða staði og það sem ég ætla að sýna hérna er að þetta sé krossviður. 6 mm krossviður. Og þannig að ég ætla að skipta þessu bili hérna í þrennt og hérna setja ákveðið mynstur inn í það. Og ein leið til að gera það er bara að nota offset skipuna og 2 og hliðra svona, þetta áttur reyndar að verða aðalínur. Það gerist þá hérna að þetta næri ekki hérna alveg inn að hringnum og þá get ég nota extend skipuna hérna til þess að tryggja það að þetta nái alveg að hringnum. Extend skipunin er hérna á sama hnapp og trim, smelli hérna á extend, einu sinni enter, smelli hérna á báðar þessar línur til að tryggja það að báðar línunar nái að hringnum. Já, ég er hérna ennþá með stilt á mynstur hats og ætla að setja inn nýtt mynstur eða gefa hatskipununa. Núna ætla ég að stilla á pattern. Þetta er ákveðið mynstur sem ég ætla að nota og ég ætla að smella hérna á hats pattern hnappinn til þess að velja hvaða mynstur það er og þetta heitir Dolmit. Það er hérna hentugt fyrir krossviðin. Ég ætla að byrja á að hafa angul stilt á 90 gráður og síðan er það spurning hérna með sko hversu grófur kvarðin á að vera. Ef ég sjá, þetta á að fara eitthvað klikka þetta. Prófa aftur, smella á hatskipununa og þetta á að lenda hérna inn í þessum reit hér og sjáu hvað kvarðin er grófur. Þannig að ég þarf að breyta þessu hérna í prófum hérna 0.05 og þá er þetta svona nærið að vera í lagi og setjum þetta líka hérna megin í, já, þetta átt að vera náttúrulega í 0.05 líka og enn og aftur í miðjuna en þá staðan fyrir að þá er þetta 0.05 ætla ég að hafa 0 gráður í angul og svo ég þarf að passa með því að vera að horfa á allt bilið ætla að endúa þessu að ég þarf að vera að horfa hérna á þetta allt saman þegar ég er að setja inn hatsið þannig að það var 0 gráður í angul og 0.05 í spacing og smelli núna inn í miðjuna og þetta gerist akkurat eins og þetta að gerast og þá sé ég svona þrískipt lag í mynstrinu og já, það vantar hérna ég greinlega eitt út þessa línu hérna, hún á að vera hérna áfram þessi 160 gráður lína af því að ég ætla að spegla þessu hérna allir saman yfir til hægri þá kemur þetta rétt út hérna líka þá má ég eyða þessari línu hér
þá er svona teikningin á hlutnum lokið að því að þegar þið málsetjið þá notum við hérna 1/5 til að málsetja hlutin sjálfan. Það er að segja að rétta mælikvarðan. Og þegar við en við þurfum aðeins að velta fyrir okkur textastærðum. Þegar ég setja inn textan og þá nota ég hérna multiline text til þess að teikna hérna verklýsinguna. Fyrir þann texta er textahæðin 15. Þið kláraði að skrifa textan sjálfur. Klikkað þetta. Ég get farið á sjá. Textastærðin á að vera 15, já. En þegar ég set textan hér inn og hef ég textastærðina 6. Ég sé það hérna líka þegar ég er með properties gluggann. Hérna er texthæð 6 og hérna er texthæð 15. Af því að þennan sérhluta hér ætla ég að birta í 1/2 meðan að aðalmyndina birti í 1/5. Kíkjum aðeins yfir í útprentana til að sjá hvernig það er gert. Byrja hérna á að aflæsa þessum viewport glugga og stilla svona gróflega á þessa mynd hér. Síðan stilli ég mælikvarðan á 1/5. Tvísmilli hérna fyrir utan. Já, ég þarf reyndar að veit ég að stilla þessu hérna aðeins meira til vinstri. Tvísmilli fyrir utan. Næst ætla ég að fara á homeborðan og ég ætla að stilla á layer sem heitir glugga útmörk. Farið síðan á viewborðan og nota hérna rectangular skipuna, rectangular viewport. Og ég ætla að byrja þennan viewport glugga bara hérna vel fyrir utan og drega hann hérna vel inn á myndina. Tvísmilli inn í hann og ætla ég að finna hérna sérhluta fráganginn. Og hann ætla ég að stilla á 1/2 og stilla hann hérna bara aðeins inn. Sér endar að hliðarmyndi mín er óþarlega mikið hérna inn til hægri. Ég get tróða þessu þannig að þetta svona eiginlega vallasleppur. Þannig að væri mjög hentugt hjá mér að bara færa þetta hérna alla þessa mynd aðeins til vinstri. Þannig að ég bara vel allt hérna í hliðarmyndinni og move eða M og enter. Færi þetta hérna svolítið til vinstri. Og kíkja núna inn í útprentuna, þá hef ég meira pláss til að stilla hérna af. Þá get ég farið hérna inn í þennan viewport glugga og haldið skrolltakanum inni og fært þetta svona nokkurn veginn að hringnum, þannig að þessi hringar hérna snertist. Tvísmilli fyrir utan og þá er ég nokkuð sáttur við niðurstöðuna. Sveima síðan yfir rammanum, tvísmilla textan í rammanum og setjum þetta var nú að verkfærakista í nafn á verkefni og síðan mælikvarðin hérna 1/5 og 1/2. Ég seti inn eitthvað nafn
og dagsetningu. Ég vona að þetta hafi gengið vel hjá okkur. Takk fyrir.